velkomin í kirkju. Við erum komin saman fyrst og fremst til að lyfta upp nafni Jesú. Vexa mann, tignan, eiga gott samfélag og það verður gaman hér í dag. Við höldum áfram að syngja. Drottinn þú ert mér ætíð nær, aldrei þú breytist Guð
Mörg uppáhaldslög. Textinn í þessum fyrri hluta, hann mér svo raunverulegur. Hann segir, Drottinn, þú ert mér ætíð nær. Hvað svo sem ég að hugsa eða gera. Hann mér alltaf nær. Aldrei þú breytist, sama hvað ég geri, sama í hverju ég lendi, ef mér verður á, ég stend mig vel, hann breytist aldrei. Alltaf þú ert, eins í dag, sem í gær, og allatíð, líka þegar ég farin og barnið mitt þarf að takast á við lífið. Þá hann hér enn, alveg eins. Loforð þín trúföst treysti ég á. Besti hlutinn, trygg mín framtíð, Guð þér hjá. Örugga bjarg, alvaldi Guð, ég elska þig. Syngjum þetta af öllu hjarta og samfæringu. Ef þú hefur ekki þessa samfæringu, get ég sagt þér, hún getur verið þín eins og hún mín. Syngjum saman, öll sem eitt.
Takk Jesús fyrir það að þú breytist aldrei. Takk fyrir við getum alltaf treyst á þig, sama hvað gerist, góðum tímum, erfiðum tímum. Takk fyrir að vera þetta örugga bjarg sem eigi bifast. Amen. Halleluja,
einum sé dýrðin hér í dag. Og megi það vera þannig að þér einum sé dýrðin af öllu sem við gerum. Hverju skrefi, hverju degi og hjálpað okkur. Hjálpað okkur að vera ljósnið í hversdagsleika samferðafólksins. Vertu með okkur hvern einasta dag. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Helgi, gjör svo vel. Góðan daginn öll sömul. Ég var nógu snöggur en míkrafóninn var ekki tilbúinn. Ég sé þið eru mörg sest en til að leyfa ykkur að hvíla lúin bein í smá stund. Hjartanlega velkomin í kirkju í dag. Yndislegt að sjá ykkur. Og núna þeir eru búin að fá 5 sekúndur til að leyfa blóðrásin aðeins að jafna sig. Endilega ef þið vildu kannski standa á fætur og heilsa nokkurum sem í kringum ykkur. Bjóða hjartanlega velkomin. Og sérstaklega þið sjáuð andlit sem þið ekki þekkið. Ef þið sjáuð eitthvað sem þið aldrei séð áður, endilega bjóða hann velkominn. Yndislegt. Og ef þú ert hérna í dag og þú ert hérna í fyrsta skipti, þá bjóðum við þig sérstaklega hjartanlega velkominn og okkur langar gjarnan að fá að kynnast þér aðeins betur, vita aðeins meira þig. Og ef þú hefur áhuga á að þá beint eftir samkomuna, þá fer fólk niður þessar litlu dyr og það er nóg pláss fyrir alla að komast niður dyrnar og leið og kemur niður blasir við þér rauður veggur og það er upplýsingaborð og það er lítið spjald sem við ætlum að biðja að fylla út því okkur langar, það er auðvelt í svona stórri kirkju að fólk komi inn og við bara missum af því. Okkur langar mjög mikið að fá að kynnast þig betur og hafa samband við þig og ef þú fyllir út svona lítið spjald þá færðu verðlaun. Okkur langar okkur að gefa þér smá gjöf að tilgangurinn er fyrst og fremst að við viljum bara hjálpa þér að tengjast og hjálpa þér að komast að því sem í boði en svo færðu líka gjöf í bónus. Bara beint þetta samkomu, fer niður, fullt á svona spjöldum, fyllir út, vinalegt fólk sem tekur á móti þér og gjöf sem er alveg þess virði að fylla út eitt spjald fyrir. Og ef þú vilt alls ekki heyra neitt frá okkur, þá gefur þú bara upp á rangt símanúmer. Nei. Og við tökum alveg það hint. Gefðu okkur bara upp númer Lindarinnar eða eitthvað og þá allan að lendum við á góðu spjalli. Þá hringjum við bara í vin. Og það er bara hérna beint eftir samkomu. En mér langar að lesa eitt vers áður við höldum lengra áfram. Núna erum við farin í svona tilkynningakaflan, þannig að nú kemur fullt af upplýsingum. Þannig að veitir ekki af að bara halda áfram í þessu lofgjörðar andrúmslofti og lesa aðeins úr Guðs orði. Og ég ætla að lesa úr síðara Korinthubréfi, 5. kafla, frá versi 16. Þannig met ég héðan í frá engan að mannlegum hætti, þótt ég og hafi þekkt Krist sem mann, þekki hann nú ekki framar þannig. Ef einhver er í Kristi, er hann orðinn nýr maður. Hið liðna varð að engu, nýtt er orðið til. Allt er frá Guði sem sætti mig við sig fyrir Krist og gaf mér þjónustu sáttargerðarinnar. Því að það var Guð sem í Kristi sætti heiminn við sig, er hann tilreiknaði mönnum ekki afbrot þeirra og fól mér að boða orð sáttargerðarinnar. Guð dæmdi Krist sem þekkti ekki synd, sekan í okkar stað, til að hann gerði okkur réttlát í augum Guðs. Yndislegt er það ekki. Fagnaðar erindið. Mér finnst það svo gaman líka að lesa þetta vers að það er skírn í dag og þeir sem ætla að ganga gegnum vött skírnarinnar, eins og köllum, eða fara án í skírnulegina. Þetta er kannski vers sem snertir ykkur sérstaklega. Ef einhver er í Kristi, þá er hann orðið ný sköpun, nýr maður. Og þetta nýja upphaf er svo dýrmætt og þessi nýja byrjun og þetta ferska líf sem maður eignast með Jesú. Það er svo dásalegt og þess vegna erum við svo mörg hérna í dag. Að því að Jesús gerir lífið þessi virði að lifa því. Og við erum svo rosalega lifandi að það er pökkuð dagskrá í kirkjunni. Ég ætla ekki að fara í hana ítarlega því fengur spjald á leiðinni eða svona bækling. Ef ekki þá er hann hérna víða í húsinu með Mission Impossible logounum framan á, það sem er öll dagskráin.
En það auðvitað bara minna á, ég svo hrættur að gleyma einhverju, að það auðvitað bænastund á miðvikudaginn klukkan 8. Það hafa verið yndislegar stundir. Klukkan 6 á miðvikudaginn eru Royal Rangers, kristilegt skátastarf fyrir krakka, 3. bekk og upp úr. Föstudaginn klukkan 8 hittast unglingarnir, frábært starf og mikið að gerast og svo framvegis og svo framvegis. Og kannski bara benda á það að miðjan október þá eru þið með unglingamót sem þau kalla Krists leika og ég hef aldrei farið, en ég held að það sé mjög gaman. Allan að leikið og Jesús kemur við sögu og ef þið eigið unglinga sem að vilja kynnast öðrum kristnum unglingum þá endilega allar upplýsingar þetta á Facebook, Krists leikar og það núna í október. Svo annað sem mjög spennandi sem að byrja núna, hún Þóra Gísladóttir, margir sem kannast hana, tónlistarkona, lofgjörarleiðtogi, ekki langt sinni hún leiddi lofgjör hér. Hún að kenna tónlist, hún kennir söng, kennir á hljóðfæri, tekur að sér hljómsveitir í hljómsveitatíma og alveg, það nú örugglega hægt að finna verri kennara að mörgu leyti. Hún bæði kennir tónlistina og svo hún líka bara frábær fyrirmynd og maður hægt að læra mikið af henni. Og hún mun bjóða upp og hún verður með í þessu húsi tónlistatíma fyrir þá sem hafa áhuga og ef þið viljið vita meira þá hún niðri eftir samkomu við þennan fræga rauða vegg og mér til undrunar komst ég að því það annar rauður veggur í húsinu, en ég ætla ekki að segja ykkur hvar hann svo þið rugglist örugglega ekki. Við erum alltaf eini rauði veggurinn í húsinu, það einn annar, en eini rauði veggurinn sem allir vita um. Hún verður þar að kynna og ég veit að þið verðið ekki svikin. Og núna ætla ég að fá upp, við erum búin að vera svo andleg og tala tónlist, Vörður ekki eitthvað staðar í húsinu? Já, hann ertu Vörður. Svo var hann bara 1. bekk, sko. Hann ætlar að segja ykkur aðeins. Takk fyrir þetta. Gott að sjá ykkur öll. Ég ætla að segja frá Kótulötukvöldi. Já. Kótulötukvöld samhjálpar. Árlegt fjáröflunar kvöld samhjálpar. Frábært kvöld, skemmtilegt kvöld, dúndurkvöld. Amen. Ég ennþá með bragðið af kótulötunum síðan í fyrra. Þær voru svo góðar. Raggi og Siggi, standið aðeins upp. Það þessir flottu strákar sem að elda kótulötunar. Þetta eins og hún mamma gerði, þú veit. Alveg æðislegar. Það ekki hægt að lýsa. Það verður bara smakkast. Það eins og með fagnaneyti, með Jesú. Það ekki hægt að lýsa því, maður verður að prófa hann. Ekki satt? Ekki sammálið því? Maður verður að reyna Jesú. Aðgöngumiðinn leið happdrætti. Margir frábærir vinningar, bensínúttekt fyrir 10-15 skall, hver vill fá það? Veitir? Og eftir að búin að borða svona frábæra kótulötu, gott að fara CrossFit. Ekki það? Það verður grunnnámskeið í CrossFit í happdrættinu og fullt af vinningum. Þannig að þetta verður æðislegt kvöld. Og skemmtileg dagskrá. Greta Salome, Páll Rósinkrans, Rúnar Þór. Hver Rúnar Þór? Ég verði að segja ykkur aðeins, má ég fá pínu stund. Rúnar Þór, tónlistarmaður, frelsaðist í Samhjálp á Hverfisgötu 42. Og hann gjörbreyttist, hann sagði bara friður kom yfir mig og ég bara fylltist af gleði og friði. 20 maður. Svo þegar frá leið þá hugsaði hann, býtunni, ég allt of ungur við að frelsast. Ég þarf að lifa lífinu. Og hann segi, ég skilaði aftur frelsinu. Og það kom allur óttinn og vonleysið yfir mig aftur. Þetta var hans vitnisburður. Í dag á hann auðvitað trúna á Jesú. Af hverju erum við að þessu? Af hverju erum við að halda kótulötukvöld? Jú, þetta fjáröflun við Samhjálp. Þetta fjáröflun til þess að geta hjálpað öðrum. Og Samhjálp einmitt í því að hjálpa öðrum. Á fimmtudaginn nú erum við með samkomunir hérna á fimmtudagskvöldum. Frábæra samkomur. Við erum með vitnisburð. Ég var búinn að fara í meðferð í 30 skipti. Og ekkert gekk fyrir en ég fór í hlaðgerðarkot og ég tók á móti Guði. Loksins náði ég lausn. Í dag erum búin að vera 8 ár edrú. Þetta það sem Samhjálp stendur fyrir.
Þetta ástæðan við erum að halda kótilettukvöld. Við erum að hjálpa öðrum. Í vikunni heyrði ég líka ljóð sem einstaklingur skrifaði eftir að hann fór í meðferð í Lækjarkot. Manneskja sem að langaði jafnvel ekki að lifa lífinu. En svo þegar hann kom í Lækjarkot og upplifði Jesú, upplifði Guð, að þá skrifaði hann ljóð vorið sem kom inn. Veitið, þegar Guð kom inn, þegar lausnin kom inn, nú bara fagnar hann og gleðst yfir að Jesús til og Jesús býr í henni. Þetta ástæðan fyrir því að við erum að starfa, fyrir því að við erum að hafa kótilettukvöld, fjáröflunarkvöld. Eftir samkomuna verður hún Natalie niðri með miða og ég vil hvetja ykkur, verið með okkur, styðja okkur og fyrst og fremst styðja okkur í bæn. Við þurfum á því að halda, við erum framundan mikið átak hjá okkur, við erum að fara í landsöfnun á Stöð 2 í öllum 365 miðlum. Við færðum aðeins landsöfnunar kvöldi sem átti að vera 3. október til 21. nóvember. Spennandi kvöld, það verður æðislegt. Þannig að ég gríðarlega spenntur að sjá fyrst og fremst Guð að störfum. Guð að störfum, fólk að frelsast. Hver einustu fimmtudagskvöld fólk að taka á móti Jesú og frelsast. Það þess að ég held áfram í samhjálp. Amen. 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 Yndislegt að heyra. Og ég ætlaði einmitt að finna sálminn þar sem við talaðum blessunin sem að þegar feitin rennur niður skegg Arons. Það ekki skeggi mitt og það sem sagt af feitu lambakjöti. Það svo biblíulegt, feitt lambakjöt, ég veit ekki alveg með raspið, en frábært að taka þátt í þessu ef þið getið. Og í dag, Guð alltaf að starfa og Guð alltaf að gera eitthvað nýtt. Og í dag þá eru einstaklingar sem ætla að taka skírn. Og við ætlum að fá eina tilkynningu en bara svo þið hafið nógan tíma, þá bara bjóð þeim að gera sér tilbúin. Svo ein tilkynning, svo syngjum við lag og svo koma þau fram og það verður skýrn. En ég ætla að fá hann Andra Ómarsson upp til að koma og tilkynna svolítið sem að, ég get sagt að gleður mitt hjarta mjög mikið. Takk fyrir. Fyrir ári síðan þá settust við nokkri niður og fórum að skoða hvað við getum gert til þess að vera meira ábyrjandi, sýnilegri og auka aðgengi fólks af því sem við erum að gera og því sem framleitt og gert inn í kirkjunni. Og fyrsta skrefið í þessar áætlun okkar var að gera nýja heimasíðu sem við opnum formlega í dag. Og þetta hún. Ég ætla að fara lítil í gegnum meðalaldurinn hár, þannig ég ætla að fara, það eru smá námskeið. Og þetta forsíðan, hér erum við með svona helstu praktísku upplýsingum hvað framundan. Við erum með dagskrána, auglýsingar fyrir svona helstu viðburði sem eru í gangi í kirkjunni, lítið svona gátt inn í samfélagsmiðlunum okkar á Facebook. En svo við förum upp og þá skoðum stikuna, valmöguleikana sem í boði, þá hann með rauðum stöðum frekar áberandi í beinni. Og hann bara sjáanlegur þegar við erum í beinni. Þannig ef við þurfum að vera heima, neyðustu þess, þá getum við horft á samkoman hérna ég bara í beinni, eða svona 30 sekúndum í beinni. En fyrsti valmöguleikinn á síðunni ég nýr. Og þetta svona ákveðið statement. Við viljum að kirkjan sé opin fyrir nýja, að fólk sjáu það með skýrum stöfum að þetta ekki lokuð regla fyrir útvalda. Og hérna eru bara basic upplýsingar hvernig við virkum, hvernig samkomunum okkar eru byggðar upp, hvað fólk má búast við að sjá og gera. Og svona bara allar helstu upplýsingar og þetta ætlum við að reyna að halda lifandi og uppfæra reglulega. Ef við skoðum aðeins áfram þá erum helstu upplýsingar í kirkjunni og starfið okkar. Allar deildirnar hafa þarna smá lýsingu á því hvað þau eru að gera. Þannig að allir geta fundið eitthvað við sitt hæfi. En síðan kannski staðista breytingin, það sem snýr að kennslum og samkomunum. Þið getur skoðað samkomanir í heild sinni eins og við getum gert hingað til og þið getur farið mánuð aftur á baki tíman og séð alla samkomunum öllu því sem þar fram fór. Og við ætlum að halda því áfram, en aðalviðbótin inn í kennslur. Þannig að við förum inn í kennslunar og þá sjáum við, hér eru allar kennslunar sem eru kendar síðan þessi þemaskipting byrjaði fyrir rúmu ári síðan. Þannig að þið getið valið ykkur eitthvað þema sem ykkur langar að horfa á núna þriðjudaginn til þess að vera inspireruð og þið viljið fara hérna í græðarann, tökum það sem dæmi. Þá fáið þið helstu upplýsingar hvað græðurinn gengur út á. Þemaðu skrólum aðeins neðar, þá sjáum við þannig aðeins lýsingu á þemanu. Þeir eru með gögn fyrir heimahópana, þau eru aðgengileg fyrir þetta þema þarna inni og svo getið þið valið hverja kennslu fyrir sig. Og svo fyrir þá sem vilja ekki endilega horfa á andlitið á ræðumönnunum og finnst nóg að bara hlusta á það, þá getið þið smellt bara á headsetið og þá heyrið bara hljóðið, þá sjáu þið ekki myndina. Og það sem líka gott við það
Það ekki bara til þess að forðast andlitið, það líka til þess að þeir eru að nota símann ykkar, þeir eru kannski að fara í ræktina, keyra í bílnum eða eitthvað að fara í göngutúr, að þá getið þið smellt á headsetið og þá getið þið lokað símanum og sett inn í vasann og þá heyrist áfram hljóðið. Og þá getið þið með headset og eru rosa hress. Þannig að við vonum að þetta eykur aðgengi allra að því sem við erum að gera og því sem við stöndum fyrir. Og þetta bara fyrsta skrefið og ég vona bara eftir örfáa daga eða vikur munum við koma með frekari tilkynningar það sem við erum að gera. Takk fyrir mig. Það greinilega fleiri en ég ánægðir með þessa tilkynningu. Loksins, þetta svona eins og já. Svo þegar maður fer kannski í klippingu og svo lítur maður speil og bara akkur var ekki löngu búin að þessu. Af því að heimasíðan svona andlit út af við. Og ég sé að það er að þétta svolítið, þannig ef það eru laus sæti inn á milli og þið gætið fært ykkur aðeins nær, þannig að þeir sem koma inn á samkomuna núna fái sæti. Ég sé að það svona hafa fólk verið að koma og leita sætum. Þannig að það væri mjög gott ef við aðeins kannski þjappa. Og næst þá ætlum við að fara að taka fórn, taka samskot. Og við erum eins og þið sjáuð, það er fullt að gerast í kirkjunni. Það er allt á fullu. Það er mikil dagskrá, miklar framkvæmdir. Það er búið að skrúfa niður þakið þannig að það fýkur ekki í vetur. Það er búin að vera framkvæmdir að fylla upp í sprungur utan á húsinu. Það er komin í heimasíða. Við erum að vinna á fullu. Og þetta gerist bara að því við stöndum saman. Að því að við vinnum saman. Ég kann ekki að búa til heimasíður. Ég kann ekki að múra hús en ég get verið með engu að síður. Með því að taka þátt og taka þátt í fórnum og í samskotum. Ef þú ert gestur og ert í fyrsta skipti, þá finnst ég mjög mikilvægt að þú vitir að það er engin pressa á þig að gefa. Þetta er ekki skylda, þetta er eitthvað sem við gerum af því að við sem tilheyrum kirkjunni, þetta er eins og við segja góður íslensku, þetta er svona family affair. Þetta er það sem fjölskyldan stendur saman og vinnur saman að þessum sameiginlegu markmiðum sínum, að halda kirkjunni gangandi. Ef þú ert bara þið líður illa svo mikið peningum með vösunum, þarft að losa við þá máttu alveg gefa. Við munum ekki banna þér það. Þið eru frjálst að vera með. En við trúum því að það sé hluti af því að vera lærisveinn Jesú Krists. Það sé að heiðra Guð með fjármálum okkar. Jesús talaði mikið peninga, en samt átti hann ekki endilega mikið að þeim. Af vegna þess að peningarnir ná svo auðvitað að stjórna okkur. Og til þess að við lærum að lifa þessu lífi í trausti, laus við ótta, laus við áhyggjur, frjáls undan, peningar geta stjórna okkur bæði þegar við erum gráðug í þá og þegar við höfum áhyggjur af þeim. En til þess að læra að lifa frjáls, það skiptir svo miklu máli að við lærum að gefa. Og við treystum Guði á þessu sviði eins og öðrum. Og það er þess vegna sem við tölum peninga. Og það er þess vegna sem fólki finnst það óþægilegt að þeir hafa svolítið taka á okkur. Þess vegna skiptir það svo miklu máli. Þannig að ég ætla að leiða í bæn, við ætlum að biðja fyrir bænarefnum, þau eru nokkur og svo tökum við fórnina og eftir það fáum við frábær hjón sem eru búin að koma sér fyrir hérna við aftan mig, allan að helmingurinn af þeim. Nei. Og þau ætla að syngja fyrir okkur lag. Það eru örfá bænarefni sem hafa komið inn, biðja fyrir kona í söfnuðinu sem veiktist nýlega, hún var á ferðalagi og veiktist og þurfti að leggja inn á spítala og ég held að hún sé á batavegi en skulum biðja fyrir henni, með að Guð gefi fullan bata og hún nái sér algjörlega. Svo er annar maður í söfnuðinu sem hefur starfað mikið sem ég veit að hann þurfti að fara á spítala nýlega, hann fengi einhverjar sýkingar í líkamann og þarf að fá aðstoð við það. Og svo var lögð fram kona sem er ekki í söfnuðinum en á vini kona sem greindist með krabbamein og er mjög þakklátt fyrir allar fyrirbænir. Ef þú ert með bænarefni hér í dag, þá máttu gjarnan gefa þetta til kynna með því að rétta upp hönd. Og því að Guð sér og Guð heyrir og það eru mörg bænarefni og ég veit það eru örugglega þakkarefni líka því að Guð er alltaf að svara bænum. Það er uppörvandi fyrir það sem hafa bænarefni að sjá öll þakkarefnin. Guð er alltaf að svara bænum og þess vegna er svo gott að biðja. Þannig skulum biðja fyrir þessum bænarefnum, biðja fyrir fórninni og samkomunni áframhaldandi. Drottinn minn, ég þakka þér fyrir yndislega nærveru þína sem er hér í dag. Þakka þér fyrir lífið, þakka þér fyrir kraftinn, þakka þér fyrir meðbyr, Drottinn minn, og þakka þér fyrir að þú ert að starfa í lífum okkar hér í dag. Og heilagur andi Guðs, við bjóðum þig velkomin. Viltu koma, Drottinn, með nærveru þíns heilaga anda. Ég bið þig að hver og einn sem er hér í dag, megi finna nærveru þína, megi finna friðið þinn, megi finna kærleika þinn, Drottinn, og þegar við göngum hérna út í dag, þá séum við enn fyllri af lífið þínu, af von þinni og krafti þínum en þegar við komum inn, Drottinn minn. Og ég bið þess að hafi einhver komið inn með einhvers konar fjötra í lífi sínu, Drottinn,
að þá gangi enginn hérðan út í dag jafn fjötraður og hann kom inn Drottinn. Að sérhver fjötur megi brotna, að allt myrkur megi víkja, allt vonleysi megi víkja og allstaðar megi lífið, ljósið og kraftur þinn fá að koma inn Drottinn minn. Og Faðir, svo lyfti ég upp þessum bænaröfnum sem hafa verið lögð fram Drottinn. Ég bið fyrir systur okkar sem að veiktist nýlega Drottinn og hefur verið að fást við einhvern vírus Drottinn. Faðir, í Jesú nafni, ég bið að þú gefir fullkomna lausn, fullkomna lækningu. Ég bið að þú reisir hana algjörlega á fætur Drottinn og þetta hafi engin varanleg áhrif á hennar heilsufar Drottinn minn. Og eins bið ég fyrir bróður okkar sem að þurfti að fara á spítala út af verkjum og er með sýkingar Drottinn, bara í Jesú nafni. Þá biðjum að þú gefur honum fullkomið heilbrigði Drottinn, hann verði alheill og þetta verði ekki eitthvað sem kemur upp aftur Drottinn, það komi varanleg lausn. Og eins biðjum fyrir þessari konu sem að þekkir fólk í söfnuðinum og kann svo að meta fyrirbæn. Drottinn, viltu vera með henni í hennar veikindum Drottinn, viltu mæta henni þar sem hún er Drottinn, viltu grípa henni í hennar kringumstæður, mættu hún fá að nálgast þig í gegnum þær Drottinn. Og bara mætti hún líka fá að eignast heilbrigði, mætti hún fá algjöra lausn Drottinn í Jesú blessaða nafni. Og svo lyfti ég upp bænarefnunum á bak við uppréttar hendur Drottinn, þú þekkir eitt og sérhvert. Og ég þakka þér fyrir að bara það að gefa til kynna með uppréttri hönd, það var bæn í sjálfvissu Drottinn. Það er bæn sem þú heyrir. Og svo lofiði Drottinn fyrir öll þakkarefnin Jesús minn. Þakka þér fyrir allar lausnina Drottinn, alla sem hafa verið að mæta þér, alla þá sem hafa fengið von í erfiðar kringumstæður, allan meðbyr Drottinn, alla blessun þína. Og hann felur við okkur, við felum kirkjun okkar, við felum landið okkar, ráðamenn Drottinn, alla sem fara með völd, auðlindir okkar, allt okkar Jesús. Það felur við þínar hendur. Í Jesú blessaða nafni Drottinn minn. Amen og amen. Amen. Og svo munu baukar ganga hérna salinn til að taka samskotin og ef þú ert ekki með reiðufé en þú vilt gefa með korti, þá er posi hérna aftast og svo mæli ég með því ef þú ert eins og ég og ert aldrei með peninga og stundum ekki með kortin, alltaf með símaðinn, að bara bæta kirkjunni inn í banka-appið þitt. Það þarf ekki að standa upp. Amen. Mann okkur dreymdi draum. Hann dreymdi hann væri á gangi með Drottni á strönd. Atburður og lífi hans birtust honum og hann sá lífslaup sitt sem spor í sandinum. Við hlið fótspora hans voru fótspor Drottins sem fylgdu honum hvert fótmál frá því hann bað að hann kæmi inn í líf sitt. Þegar síðasti atburðin hvarf honum sjónum leit maðurinn yfir fótsporin. Hann tók eftir því að í hvert sinn sem erfiðleikar höfðu orðið á vegi hans voru aðeins ein fótspor í sandinum. Dapur í bragði spyr hann Drottinn: Þú sagði mér eitt sinn þegar ég ákvað að fylgja þér að þú myndir ganga með mér alla leið. Ég skil ekki hvers vegna þú yfirgafst mig þegar ég þurfti mest á þér að halda. Drottinn svaraði: Barnið mitt, ég elska þig og ég yfirgef þig aldrei. Á tímum erfiðleikana þar sem þú sérð aðeins ein fótspor, þá bar ég þig í örmum mínum. Gekkst á ströndum mér við hlið, lífið bjart og leiðin greið. Yfir himinn, yfir höf, liðu minninganna lög, ljúfa sigra von og neyð. Aðeins þú hefur borið mig í örmum þér gegnum dauðans dimma dal. Aðeins þú hefur blásið niður
Aðeins þú hefur borið mig í armum þér gegnum dauðans dimma dal. Aðeins þú hefur blásið niður von í brjóst, fært mitt líf í lag. Takk fyrir. Var þetta ekki yndislegt? Langar ykkur ekki bara að taka þau með ykkur heim? Þið getið það, því þau voru að gefa út plötu sem að fæst þetta niður eftir samkomu. Þannig að taktu þau með heim. En að nú er komið að skírn og bjóða skírþjónum að koma hérna fram. Mér finnst skírn yndisleg. Það var svo frábært að því að maður man sjálfur eftir því þegar maður tók þetta skref, fylgja Jesú og hvaða merkti mikið fyrir mann. Mér langar að lesa nokkuð vers úr Rómverjabréfinu í lok 5. kafla og byrjun 7. kafla, það sem að vera að útskýra fagnaðarerindið. Það segir: allir urðu sekir vegna afbrots eins, svo verða allir sýknir og öðlast líf sakir þess fullkomna verks sem einn mann. Allir urðu syndarar vegna óhlýðni eins manns, eins geta allir verið lýstir saka vegna hlýðni hins eina. Eins og syndin ríkti með dauðanum, á náðin að ríkja með réttlætinu og leiða til eilífs í Jesú Kristi, drottni vorum. Hvað merkir nú þetta? Eigum við að vera áfram í syndinni til þess að náðin verði því meiri? Fjarri fyrir því. Við sem dóum syndinni, hvernig ættum við að lifa áfram í henni? Eða vitið þið ekki að við öll sem skírð erum til Krists Jesú, erum skírð til dauða hans. Við erum því dáin og greftruð með honum í skírninni. Og eins og Faðirinn vakti Krist frá dauðum með dýrðarmætti sínum, eins eigum við að lifa nýju lífi. Fyrst við erum samgróin honum með því að deyja líkt og hann, eigum við einnig að vera samgróin honum með því að rísa upp líkt og hann. Og það er svo dásanlegt myndmálið í skírninni að við erum grafin með Kristi. Jesús dó fyrir mína syndir. Jesús leysir mig frá öllu sem batt mig. Jesús tekur í burtu sekt, skömm og allt slíkt. Og svo rís ég upp með honum að því ég fæ að lifa lífi í hans krafti. Það er ekki lengur bara ég sem lifi á eigin forsendum, ég fæ að lifa í því lífi sem Jesús gefur mér. Og það er myndmál skírnarinnar að ég er grafin með Kristi og ég fæ að rísa upp í nýju lífi með honum. Amen. Og nú langar við bara að biðja ykkur að kynna ykkur og svo með ég segi stuttu máli af hverju þið viljið taka þetta skref í dag. Daniel heiti ég. Svo í stuttu máli, svona aðeins forsagan að mig langar að gera þetta, er að mig langar samt að segja þetta. 25. maí, ég er að koma úr mjög miklu rugli, þá reyndi ég sjálfsvígstilraun og fór í meðferð akkurat fyrir 4 mánuðum í dag, 27. maí. Og mig langar að segja formlega skilið við þetta myrka líf, gangin í ljósið og fylgja Jesú Krist. Það er frábært. Amen. Og vonandi geta notað reynslu mína úr þessum heimi til að geta hjálpað öðrum í framtíðinni að komast út úr þessu. Já, ég heiti Björn. Já, ég fyndi Jesú Krist og fengi sjón á sál mína og langar að fylgja honum hérna út. Ég heiti Jóhanna og ég vil bara fylgja Jesú í mínu lífi. Ég heiti Eva og ég hef tekið á móti Jesú Krist, frelsara mínum, og ég vil fylgja honum í lífi mínu. Amen. Amen. Yndislegt. Samkvæmt skýru boði Drottins, þinni eigin trú og játningu, þá skýri ég þig til Jesú Krist í nafni Föðurins,
Sonarins og heilags anda. Samkvæmt skýru boði Drottins, þinni eigin trú og játningu, þá skýri ég þig til Jesú Krist í nafni Föðurins, Sonarins og heilags anda. Amen. Samkvæmt skýru boði Drottins, þinni eigin trú og játningu, þá skýri ég þig til Jesú Krist í nafni Föðurins, Sonarins og heilags anda. Samkvæmt skýru boði Drottins, þinni eigin trú og játningu, þá skýri ég þig til Jesú Krist í nafni Föðurins, Sonarins og heilags anda. Þakka þér, Jesús, fyrir þessa einstaklinga sem hafa tekið á móti þér, Jesús minn, og vilja fylgja þér á þennan hátt. Biðjum að blessa þá, fylla þá heilugum anda, Drottinn minn, og gefa þeim náð til að vaxa í trú og þekking á þig. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Við skulum standa á fætur, við ætlum að syngja, lyft upp nafni Jesú áður en að Aron kemur hér upp og talar til okkar. Drottins
þakka fyrir alla sem eru hérna samankomnir, drottin, í nærveru þinni, Jesús. Og við bara bjóðum þig velkomin að vinna í okkar lífum. Ég þakka fyrir þú stórkostlegu Guð. Ég þakka fyrir þú gert allt fyrir okkur. Og hjálpaðu okkur að lifa lífinu þér til dýrðar. Hjálpaðu okkur að fá að tengja okkur við þig. Hjálpaðu okkur að vera kirkja sem er þér til dýrðar. Sem er heil, sem að þráir ekkert nema nærveru þína, drottin. Og við fáum að lifa með krafti í elsku þinni, Jesús. Og við þökkum fyrir hver þú ert, drottin minn. Halleluja, í Jesú nafni. Syngjum einu sem hver dýrmætt er Guðs undranáð. Halleluja. Amen. Eigum við stórkostlegan Guð eða hvað? Takk, Jesús. Mikið er gaman að vera með ykkur í dag. Gott að sjá ykkur öll. Mér langar að byrja á því að óska þessum fallega fólki sem var að taka skírn í dag til hamingju. Ef ekki að klappa bara virkilega fyrir þeim. Þetta er yndislegt gæfuspor sem þið hafið tekið og ég bið svo Guð mætti leiða ykkur og gefa ykkur allt það sem hann hefur fyrir ykkur og ykkar framtíð. Í þessum mánuði hefur verið að tala um postulasöguna og undir titillinn er Sagan heldur áfram. Postulasagan heldur áfram. Postulasagan var skrifið af manni sem hét Lúkas. Og Lúkas var læknir að mennta en gerði síðan fylgjandi Jesú og gekk með honum út lífið, fylgdi honum það sem eftir var að hans lífi. Hann fjallar í Lúkasar Guðspjalli sem hann skrifaði líka, fjallar hann ævi og störf Jesú sem hann fylgdi sjálfur og síðan heldur hann áfram í postulasögun og fjallar fyrstu árin eftir að Jesús steig upp til himna og hvernig kirkjan óx og stækkaði. Og Lúkas var samferðamaður hans Páls postula sem við mörg heyrt og er svona einn af aðalkarakterunum í postulasögunni og hann ferðaðist með honum og starfaði með honum og sennilega hefur hann hjúkrað honum líka sem læknir þegar hann lenti í mörgum af sínum erfiðleikum og hann fylgdi honum lengi. Þannig að mikið af upplýsingunum sem hann skrifar hafði hann annarkvort frá fyrstu hendi eða allavega annarri hendi eða upplifði sjálfur. Og þessi bók hún fjallar hvernig trúin breyttist út þrátt fyrir miklar ofsóknir, þrátt fyrir enga nútíma tækni, þrátt fyrir mikla fátækt, að þá bara dreifðist kirkjan út allt og fréttirnar Jesú. Og ef þið hafi ekki lesið postulasöguna, þá mæli ég með þessari bók. Hún er mjög góð. Til þess þurfum við að hafa Biblíu. Ef þið ekki svoleiðis, þá hvet ég ykkur til að kaupa slíka bók. Það er líka reyndar hægt að sækja sér app, þar sem hægt að lesa Biblíun á. Þannig að best að hafa bara bæði. Í kafla 28 þá lesum við það hvernig Páll er kominn til Rómar. Róm er á Ítalíu og á þessum tíma var
Rómaveldi heimsveldi og öllu var stjórnað frá Róm. Og hann kominn reyndar í fjötrum, hann í stofufangelsi í íbúð sem hann leigði, en það var hermaður sem vakti yfir honum allan sólarhringinn. Og þar fékk hann til sín fólk, gestir, og hann var stöðugt að segja frá trúnni. Meira sér komin í fangelsi, þá hélt hann áfram að segja frá. Eins og gengur að gerist, það tóku sumir við og aðrir ekki. Og síðustu 2 setningar í bókinni hljóma svona. Full 2 ár var Páll þar í húsnæði sem hann hafði leigt sér og tók á móti öllum þeim sem komu til hans. Hann boðaði Guðsríkið og fræddi drottinn Jesú Krist með allri djörfung, tálmunarlaust. Punktur. Sagan búin. Hafið þið lesið bók sem ótrúlega spennandi og síðan allt í einu bara endar hann. Og þið bara, hvað? Sagan búin hérna? Og þið skiljið ekki, það lítur að vera eitthvað meira. Og þið fara að leita að hvort þið einhvers staðar framhald af bókinni eða eitthvað, en síðan ekkert framhald, skrifað. Og þarna endar bara bókin allt í einu. Það var miklu meira. Ævi Páls var lengri og Lúkas sem skrifaði bókina meira sem mörgum áratugum eftir að Páll látinn, hann endar bókina þarna. Af hverju? Af hverju hann stoppar hann svona bara eiginlega í miðjunni þegar sagan hefði getað haldið miklu lengur áfram. Bókin ekki skrifuð Pál. Bókin ekki bara skrifuð þessa fyrstu postula. Postulasagan heldur áfram. Og ég held að Lúkas hafi verið meðvitaður það að hafa engan svona mjög formlegan endi á bókinni. Vegna þess að framhaldið í mótun. Hversu margir hérna hafa lesið 29. kafla í Póstulasögunni? Ég hef ekki lesið hann, en ég tek þátt í að lifa hann. Ég tek þátt í að skrifa 29. kaflan. Við erum 29. kaflinn. Og ef þú ert að velta því fyrir hvar þú finnur hann í Biblíunni, þá finnur ekki 29. kaflan. Hann ekki til. Hann við. Bókin endar í 20. og 8. og síðan heldur þetta áfram. Og fyrir ykkur sem eru kannski hér inni og eru bara svona kannaveg trúarinnar, þið vitið ekki alveg hvort þið hefur trú, hvar þið eru stödd á svona trúgöngu, hvort að Jesús sé svona eitthvað fyrir ykkur eða kirkjan, að þá ætlum ég bara að vara ykkur við. Ég mikill aðdáandi kirkjunar og ég mun tala hann í dag. Og svona vonandi bara verðurðu sammála mér með þetta. Saga kirkjunar síðan postulasagan, punktur var settur fyrir aftan 28. kaflan, hún næstum því 2000 ára gömul. Og síðan þá hefur mjög mikið gerst. Og sagan að mörguleyti stórkostleg, hún að mörguleyti algjörlega mögnuð. Fólkið, fylgjendur Jesú, fór út allan heim og þeir boðuðu trúna og trúin dreifðist út allt. Í allan hinn þekkta heim. En það verður að segjast eins og við þurfum að horfast í augu við að saga kirkjunar, hún hefur verið kaflaskipt. Það hafa verið frábærir stórkostlegu tímar og síðan hafa verið minna stórkostlegu tímar. En á öllum tímum allstaðar hefur Guð verið að starfa með einhverjum hætti. Og þetta svolítið svona, þegar og þar sem að kirkjan hefur heilbrigð, þar sem að fólk hefur einlæglega verið fylgjendur Jesú og farið eftir hans boði, átt kærleika Guðs, þar hefur kirkjan verið svo áttaviti fyrir samfélagið. Þar hefur kirkjan verið sterkasta afl samfélagsins til þess að byggja upp og gera gott. Þegar og þar sem að kirkjan hefur ekki verið heilbrigð, ekki svo mikið verið að spá í hvað Guð segir, eða ekki full af kærleika, þá hefur dæmið litið aðeins öðruvísi út. Kirkjan eitthvað sem virkar bara þegar Jesús Kristur miðpunktur kirkjunar. Hún virkar bara þá. Ef hann ekki miðpunkturinn, þá þetta bara hópur af fólki sem bara að gera eitthvað. Jesús Kristur verður að vera miðpunktur alls þess sem við gerum til þess að við getum verið heilbrigð, til þess að kirkjan veksi upp í kærleika. Jesús segir orð við hann Pétur, og Pétur á aramísku það tungumál sem Jesús talaði, það borið fram Kefas, og Kefas þýðir klettur, og Jesús fer í smá orðaleik við hann Pétur, af því hann hét klettur, og hann segir
og ég segi þér, þú ert Pétur kletturinn og þessum klettum mun ég byggja kirkju mína og máttur heljar mun ekki á henni sigrast. Máttur heljar mun ekki sigrast á kirkju mínu. Ég mun byggja upp mína kirkju. Ég mun sjá til þess að kirkjan muni standa og starfa. Og kirkjan einmitt það. Kirkjan hópur af fylgjendum Jesú. Kirkjan ekki stofnun, hún ekki samtök, hún ekki einhver ákveðin kirkjudeild. Kirkjan þeir sem eru fylgjendur Jesú. Það kirkjan og ekkert annað. Á þessum 2000 árum hafa dimmu tímarnir í kirkjusögunni komið þegar fólk hefur mist sjónar af þessu. Þegar kirkjan hefur hætt að snúast fólk sem elskar og fylgir Jesú og orðið eitthvað annað. Fyrstu 300 árin í kirkjusögunni einkenndust af hreyfingu. Fólki sem kom saman, samfélagi sem kom saman til þess að lofa Jesú, til þess að segja frá honum, til þess að tala hann og svo framvegis. Og ofsóknir gerðu að verkum að fólk dreifðust út allan heim. Vegna þess að flúðu ofsóknir. Það var fullt af vandamálum þessum fyrstu 300 árum og alls konar hluti komu upp, en þetta var samfélag sem leysti hlutina saman. Og kirkjan breytist út allt. Og fram til ársins 313 þá hafði kristni verið ólögleg í Rómaveldi. Það var bannað að vera kristinn og á tímabölum voru kristnir ofsóttir alveg heftarlega. Og við höfum heyrt sögur af því. Og ekki síst vegna þess að þeir neituðu að viðurkenna valdhafana, keisarann, sem guðdómlegan. Þeir höfðu bara einn konung sem var Jesús Kristur. Og fyrsta ferðin sem að ég og kona mín fórum saman erlendis, þá fórum við í trúboðsferð til Tyrklands og þá heimsóttum við meðal annars Kappadókíu sem svona mið-Tyrklandi, kölluð Litlu Asía í Biblíunni. Og þar heimsóttum við neðanjarða hella sem það ber ekkert á þeim á yfirborðinu, en þar var þetta að koma fyrir 30.000 manns í svona hellakerfi og þeir voru með svona alls konar loftpípur og gróðu nógu langt til að sækja vatn. Þar gátu 30.000 manns hafist við í 2 ár án þess að koma upp til þess að flýja ofsóknir Rómverja. Alveg ótrúlegu staður. En ofsóknirna voru gríðarlegar. Þetta voru hópur fólk sem átti að útrýma. En hvað gerist þegar átti að útrýma honum? Hann stækkaði og stækkaði og stækkaði. Síðan gerist það árið 313 að Konstantínus, sem var keisari í Róm á þeim tíma, hann ákveður að gefa trú frelsi og þar með var kristin trú orðin lögleg. Fólk mátti og smám saman fóru ofsóknir að minnka og síðan ekki löngu síðar gerist svo ótrúlegi viðburður að Konstantín, hann gerist kristinn og bara fólk trúðir sig ekki. Þú veist, keisarinn orðin kristinn. Og þá hefst ákveðin atburðarás þar sem að það fer að verða svona í tísku að verða kristinn og þeir sem voru ríkir og efnaður vildu komast til áhrifa, þeir tóku upp kristna trú og allt í einu var það töff að vera kristinn. Oft varð fólk kristið samt, sérstaklega þessi ríku efnuð, ekki vegna þess að þeir tóku móti Jesú Kristi, heldur vegna þess að það var góð leið til áhrifa, af því að keisarinn var kristinn. Og í kjölfarið, þegar þetta var orðið svona mainstream að vera kristinn, að þá fór efnaðarfólkið að hafa áhrif og það komið alls konar siði og venjur inn í kirkjuna og fór að byggja stórar og miklar byggingar þar sem að kirkjan átti að koma saman í og helst á einhverjum stað þar sem bara píslavottar höfðu dáið og á ótrúlega stuttum tíma, sennilega innan við áratug, breyttist kirkjan, ekklesía orðið sem var notað í kirkju sem þýðir bara söfnuður, hópur af fólki, allt í einu breytist skilningur fólks frá því að vera hópur af fólki yfir í það að vera hús, yfir í að vera staður þar sem fólk kemur saman. Og svo mynd, þessi fallega mynd, þar sem að kirkjan hreyfing, sem að vinnur saman og starfa saman, allt í einu fór fólk að sjá það sem hús. Staðsetningu. Og sá sem að réð húsinu, hann réð kirkjunni. Og þeir sem stýrðu kirkjunu, stýrðu fólkinu og í sumum tilfellum ríkisstjórnum líka.
Allt í einu varð kirkjan að valdastofnun sem að stundum á tímabölum gerði frábæra hluti en á öðrum tímum gerði ekki frábæra hluti og var veik og fársjúk þegar fólk var ekki með Jesú sem leiðbeinanda, heldur var bara að stýra. Og þetta getur gerst. Svona getur gerst þegar að við missum sjónar af því hvað kirkjan er, hvað heilbrigð kirkja er. Og sumstaðar var þróunin alveg brjáluð. Þetta er, ég veit þetta, þetta er ekkert gaman að hlusta á þetta, en sumstaðar var þróunin ekki góð. Þetta leiddist út í það að fólki var bannað að lesa Biblíuna. Fólki var meinaður aðgangur orði Guðs. Og það var svo slæmt á miðöldum að það voru Biblíunar sem þó voru til, jafnvel hlekkjaðar við altarið. Þannig að það væri örugglega ekki hægt að nálgast þær. Og fyrir utan að það var bara predikað á latínu. Þannig að enginn skildi orð Guðs. Og fáir höfðu aðgang að því. Og það var blátt bann við því á sumum tímabölum að fólk gæti og fengi að lesa í Biblíunni. Og eitt dæmið er að það var maður sem hét William Tyndale. Hann var uppi 1500 og eitthvað og hann var breskur og hann þráði orðið fagnaðarerindi Jesú fengi að komast til skila til þjóðar sinnar. Og af því að það var bannað í Bretlandi, þá þýddi hann Biblíunni yfir á ensku í Þýskalandi. Það var algjörlega harðbannað. Og hann þýddi hana, hann lét prenta hana og síðan reyndi hann að smygla henni til Bretlands. Og hann tókst að smygla Biblíunni, orðið Guðs, inn í hið kristna land Bretland. Og það var gerð mikið leit á honum og hann var leitaður uppi og lokum var hann handtekinn, hann var dæmdur til dauða og hann var drepinn. Og lík hans brennt og öskunni dreift. Af kirkju var mönnum sem hafði enga tengingu við uppruna sinn, sem hafði enga tengingu við Jesú Krist. Þetta getur gerst þegar kirkjan, þegar mannlegt samfélag missir sjón af því sem að Jesús er. Getið þið ímyndað ykkur hvernig hefur verið að útskýra fyrir frumkristnum að kirkjan stoppaði fólk frá því að heyra Jesú? Getið þið ímyndað ykkur það? Hvernig haldið þið hefðu brugðist við að þið hefðu heyrt þessar fréttir? En þökk sé hugur ekki manna eins og Tyndale og Luther og hér á Íslandi Ottur Skálds og fleiri sem var þýddu Biblíuna og gerði hana smá saman aðgengilega fyrir fólk eins og okkur. Að við höfum aðgang að henni í dag. Og nýjar hreyfingar af fylgjandi Jesú brutust fram og orð Guðs starfa út um allt. Góðu fréttirnar eru þær, nú með ég brosa, í gegnum alla dimma tíma, í gegnum alla þá tíma þar sem að fólk, þar sem að yfirvöld hafa reynt að ráða kirkjunni, þar hefur Guðs fólk starfað. Í gegnum alla erfiða tíma þar hafa þúsundir fylgjenda Jesú komið saman, þeir hafa gert gott og þeir hafa verið hendur og fætur Jesú. Allstaðar í heiminum hafa verið sannir lærisveinar sem að hjálpuðu sjúkum, sem að hjálpuðu fátækum og gerðu Guðs vilja. Og þrátt fyrir spillta menn að það voru fylgjendur Jesú, margir sem að jafnvel tilheyrðu þessari kirkju, sem að opnuðu fyrstu sjúkrahúsin, sem að byggðu upp menntastofnanir, sem opnuðu fyrstu háskólana, sem opnuðu munaðarleysingahæli og fóru út um allan heim og boðuðu boðskapinn Jesú Krist. Mitt á þessum tímum, það átti Jesú alltaf fólk í gegnum alla tíma. Kirkja Jesú, hún starfar þrátt fyrir fólk. Kirkja Jesú starfar þrátt fyrir þá sem að missa sjónum af hver hann er. Þá sem að taka sér nafntrúarinnar en fylgja ekki boðum hennar. Að þá starfar fólk og fylgjendur Jesú áfram. Og Jesú starfar í gegnum kirkju sína. Jesú sagði, ég mun byggja kirkju mína og máttur heljar mun ekki geta staðið gegn henni. Það er ekkert sem getur stoppað hana. Mannlegur breyskleiki mun ekki geta stöðva kirkjuna. Yfirvöld munu ekki geta stöðva kirkjuna. Vantrúaröfl munu ekki geta stöðva kirkjuna. Ofsóknir munu ekki geta stöðva kirkjuna. Heilbrigð kirkja Jesú
heilbrigða kirkju Jesú getur ekkert stöðvar vegna þess að það er hann sem að byggja hann upp. Kirkjan má aldrei verða stöðnuð stofnun. Þannig megum við aldrei verða. Kirkjan þarf alltaf að vera lifandi, grasrótarstarf fólks sem eru fylgjendur Jesú og vilja gera hans vilja. Heyri amen við því. Við þurfum alltaf að vera lifandi, við þurfum alltaf að halda okkur fast við Jesú. Og í dag sem að aldrei fyrr er kirkjan út allan heim að vaksa. Kirkjan á heimsvísu hefur aldrei stækkað jafn hratt og einmitt í dag. Kannski ekki á Íslandi, en allan heim er þvílíkur vöxtur á kirkjunu og síðustu öld hafa orðið gríðarlega breytingar, ekki síst í kjölfarið á hvítasunnu vakningunni sem að við erum hluti af. Vegna þess að þegar fólk fyllist af heilögum anda og þegar fólk fyllist af heilögum anda, þá getur það ekki haldið boðskapnum fyrir sig sjálfan. Og það var þessi mikla trúbóðsáhersla sem var til þess að fólk fór út allan heim að boða á trúna Jesú. Árið 1910 þá bjuggu 60% af öllum kristnum í heiminum í Evrópu. Í dag búa bara 26% af öllum kristnum í Evrópu. Vegna þess að kirkjan er að stækka út allan heim. Staðir þar sem að kristni hefur verið bönnuð eins og Kína hefur séð gríðarlegan vöxt. Í dag er talið að 5% Kínverja séu kristnir. Og þið kunnið að hugsa, það er nú ekki mikið. 5% Kínverja eru 67 milljónir manna. Það er svolítið mikið. Og þeir hafa orðið kristnir á tímum þar sem var algjörlega bannað að vera kristinn í Kína. Þar sem að kristnir hafa verið ofsóttir, þar sem raunar trú hefur verið ofsótt og sérstaklega kristni og fólk hefur verið fangelsað, pyntað og jafnvel drepið fyrir trú sína. Á þeim tíma hafa 67 milljónir manna tekið trú á Jesú Krist. Kirkjan er að stækka. Kirkja Jesú verður ekki stöðvuð. Í hverju mánuði eru 322 að meðaltali kristnir deyddir vegna trú sinnar árið 2015. 322 deyddir vegna trúar sinnar. Hverju mánuðu eru 214 kirkjubyggingar eða byggingar undir kristna starfsemi eyðilagðar í heiminum. 722 tilfelli á mánuði að meðaltali eru af alvarlegu ofbeldi í garð kristinna einstaklinga. Nauðganir, alvarlegar barsmíðar eða eitthvað álíka. Fólk út allan heim er ofsótt vegna trúar sinnar en það lætur það ekki stöðva sig vegna þess að kirkja Jesú verður ekki stöðvuð. Hún er að vaksa og hún mun halda áfram að vaksa. Og alls staðar þar sem kirkjan er heilbrigð og fólk kynnist Jesú, þar fær fólk betra líf, fólk losnar við ótta, fjötrar falla, fjölskyldur samanast og fólk fyrir að hjálpa öðrum. Þar sem kirkjan er heilbrigð, þar verður allt betra. Þar er vöxtur. Titill seríunnar sem við erum að enda í dag er Mission Impossible. Það sé verkefni ómögulegt. Og það er reynda búið að krossa yfir, þannig að verkefni mögulegt. Við viljum trúa því. Og hér á Íslandi árið 2015 finnst manni stundum eins og það sé einmitt það sem er. Að verkefni sé ómögulegt. Þegar maður hlustar á fréttir og alls konar hluti, þá finnst manni stundum verkefnið ómögulegt. Þá finnst manni hlutirnir stundum vonlausir. En Jesús ætlar að byggja upp sína kirkju. Hann ætlar að láta kirkjuna sína vaksa. Þegar við erum heil, þegar við erum heilbrigð, þegar við erum fylgjendur Jesú, sínum auðmýkt, sínum kærleika, þá mun hann halda áfram að starfa. Við þurfum bara að halda okkur við hann. Verkefni er það sama fyrir 2000 árum. En það er jafn mannlega ómögulegt. En Guð er jafn mikill Guð. Og það er hann sem að vinna sitt verk. Og mér langar að segja við þig, ekki vera bara áhorfandi á kirkjunni. Ekki vera bara á hliðarlínunni og horfa bara á. Ekki horfa bara á í sjónvarpinu. Taktu þátt. Vertu með í því sem Guð ætlar að starfa. Og það er ekkert öflugra en kirkja sem að starfar í einingu, vinnur saman, elskar hvert annað
og fylgir Jesú. Það er ekkert sem getur stöðvað slíkt. Það er ekkert sem getur komið í veg fyrir að slík kirkja vaxi og hafi gríðarleg áhrif á það þjóðfélag sem hún býr inn í. Og mér langar eins að segja við þig, ef þú ert hér í dag og þú hefur aldrei tekið þetta skref að gera Jesú Krist að leiðtoga lífsins, ef þú hefur aldrei tekið á móti honum, að þá myndi ég ekki bíða með það lengur. Það er tækifæri í dag til þess að velja hann, að velja að fylgja Kristi. Framan á bólunum hjá þeim sem tóku skýrstóð, ég vil fylgja frelsaranum Jesú. Ég tók það ákvörðun fyrir mörgum árum, svona cirka 20. Og þegar ég horfi tilbaka, þá allar góðar ákvarðanir sem ég hef tekið, allt það sem hefur skapað mesta velgengni í mínu lífi, koma út frá þeirri fyrstu ákvörðun sem ég tók, að fylgja Jesú, að fá snemma að velja hann og lifa lífi mínu eftir því sem hann leiddi mig. Ég hveti til þess að velja hann hér í dag. Og ef þú ert hér og þú þráir að taka þess ákvörðun, þá getur þú komið hérna inn á eftir og við biðjum með þér. Og ef þú ert hér í dag og þú finnur að þú vilt vera sterkari, þú vilt taka þátt í því sem kirkjan er að gera, og þú vilt vera með í því að vera fylgjandi Jesú, þá viljum við gjarna fá að biðja með þér. Og mér langar að biðja lofgjörðarhópnum að koma hérna upp. Og á meðan hann kemur upp, þá skulum við biðja saman. Stöndum bara öll á fætur. Og sem Drottinn, ég þakka þér fyrir að þú ert hér. Ég þakka þér fyrir að þú ert að byggja upp þína kirkju, Jesús minn. Og þó svo að fólk reynið að stöðva kirkjuna þína, þó svo að ofsóknir eigi sér stað út allan heim, Drottinn minn, og þó svo að fólk bregðist, að þá ætlar þú að byggja upp þína kirkju. Og ég bið svo vekir með okkur enn á ný von fyrir kirkjuna, Drottinn minn. Ég bið svo hjálpur okkur að setja augun á þig. Drottinn, að þú hjálpur okkur að horfa ekki á vandamálin, þú hjálpur okkur að horfa ekki á erfiðleikana, heldur hjálpur okkur að sjá hvað þú getur gert og hvers þú ert megnugur að gera þegar við veljum að fylgja þér og hafa augu okkar þér, Jesús. Í Jesú nafni, við bjóðum þig velkomin. Viltu starfa í lífum þeirra sem ekki þekkja þig hér í dag? Og viltu vekja með okkur von að við getum verið hluti af þessu verkefni, Jesús minn? Að við getum verið hluti af kirkju þinni sem að sér Ísland breyta, sem sér Ísland vinnast fyrir þig, Drottinn minn, vegna þess að fólk þarf á þér að halda. Fólk verður að fá að kynnast þér, Jesús. Og við lofum þig og við elskum þig. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Tómas er með orð til okkar frá Drottni. Kom til mínu upphafi samkomunar að hérna væri einhver sem að væri búinn að fá nóg af lífinu. En þú ákvaðst að gefa, eins og þú hugsaðir sjálfur, þessu einn séns. Guð þekkir hjartað þitt, Guð sér þig og hann þráir að mæta þér, og ég bið að koma hérna inn í hliðarsalinn og þiggja fyrirbæn. Og það einhver sem á erfiðleikum með nýrun, nýrnasjúkdómur, einhver sem búið að vera einhver alvarlegir erfiðleikar í nýrum. Og ég trúi að Drottinn vilji lækna þig. Svo einhver sem heima og að horfa og búinn að gera það lengi, en þorir ekki að koma. Þú ert heima fyrir, þú getur ekki sleppt því að horfa og fylgjast með samkomu, en þú þorir ekki að koma. Átt erfitt með að taka þig taki og stíga fram. Drottinn sér þig, Drottinn þekkir þig og hann segir, komdu, komdu. Í Jesú nafni. Amen. Í famni þér vernda mig með þinni sterku
hér sem vilja fá fyrirbæn eða jafnvel bara koma inn og tala við eitthvað sem ykkur liggur á hjarta, þá eru þið velkomin. Ég ætla að þakka ykkur fyrir samverun í dag, fyrir frábæra samveru og samfélag. Ég ætla að bjóða ykkur velkomin að koma hérna niður, þar sem kaffi og verslunni Jata opin. Þar getum við spjalla saman. Ef þið vilja standa lengur, syngja með okkur, þá er það líka velkomin. En fyrst og fremst megi friður Guðs fylgja ykkur alla þessa viku. Takk fyrir. Það er komið að lokum útsendingarinnar okkar í dag. Í dag er bara venjulegur sunnudagsmorgun, nánast full kirkja og stórkostleg upplifun að fá að syngja með öllum salnum sem syngur af öllu hjarta, lof til Guðs. Það er þessi Guð sem við elskum, það er þessi Jesús sem við höfum uppgötvað að er hinn sami og hann var þegar hann gekk hér á jörðinni. Þegar við lesum Nýja testamentið þá sjáum við að Jesús kom oft í veg bara fyrir venjulegt fólk eins og mig og þig. Hann vissi hvaða byrðar fólki bar og hann mætti fólkinu bara nákvæmlega eins og það var statt, fyrirgefiði, það er smá truflun. Þar sem það var statt og bara í því sem það var að takast á við. Og þannig vill Jesús mæta þér í dag. Hann veit hvar þú ert stattur, hann veit hvað þú ert að takast á við og mig langar til þess að biðja fyrir þér eitt augnablik. Jesús, ég þakka þér fyrir þá sem eru að fylgjast með þessar útsendingu. Ég bið Drottinn minn að þú læknir þá sem þurfa lækningar við, þú frelsir þá sem eru leitandi að tilgangi lífsins og þú leysir þá sem eru bundnir í allskyns fjötra. Jesús, ég bara þakka þér fyrir að þú ert sá sem þú sagðist vera og ég bið þess, Jesús minn, að þú komir yfir íslenska þjóð með anda þinn og gefir að þjóðin megi svo sannarlega vera kristin. Fjölgaðu þeim sem á þig trúa á þessu landi og leystu þá sem eru bundnir í Jesú nafni. Amen. Næsta sunnudag verðum við með útsendingu frá Fíladelfíu klukkan 11. Vertu velkomin á philadelphia.is. Þú getur líka hlustað á okkur á Lindinni eða farið inn á lindin.is. Best af öllu væri að sjá þig í kirkjunni, syngjandi með fullum sal af öllu hjarta, því að Jesús lifir. Takk fyrir í dag og Guð blessi þig.